Sæli verði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í þetta skiptið þá ætlum við að henda í hérna lítinn saklausan músarunga. Og við erum með Lightstinger frá Arex í Væstnum. Hann er nú með 6, þetta er ekkert svo stórir önglar en það er gott, góður bugur á þeim, nógu opinn finnst mér. Og já, við erum að nota Semplify Nanosilk 100 denier í þetta einfaldlega því að þetta það dálítið sterkan tunna finnst mér í þessa flugu. Og hugmyndin af þessari flugu, það nota til alls konar músaflugur að núti. Hugmyndin kviknaði fyrir ekkert svo lengur síðan að nýta mús sem að væri rauninni bara ungi og þeir eru eins og bleikir eða hálf ófrýnilegir á að líta, hálf hárlausir, þannig unga, alveg bjargarlausan og varnarlausan í vatninu sem auðveldan bita fyrir gráðugan urriða. Það var nú pælingin með þessari flugu. Ég er búinn að prófa þetta, hef fengið fisk á þetta. En þetta er eitthvað sem að, já, mætti alveg prófa áfram og meira. Og þessi fluga er náttúrulega þannig að henni er ætlað að fljóta á vatninu. Og í skottið á henni þá er ég með hérna bleikt fóm. Bara það úr föndubúð. En svo voru að nota búkinn á þessu sem sé svona double deck fóm. Þetta er eiginlega bleikt báðum megin. Og það er nítrogen gasfyllt fóm, þannig að það flýtur meiri flota eiginlega. Lengdin á ég er búinn að mæla þetta, lengdin á skottinu er eitthvað þetta cirka bátanum fljóti, svo kemur búkurinn bara hérna yfir þetta og þetta er náttúrulega Gurgler og Master Splinter og þessi fluga er bara í rauninni hérna algjör útgáfa af þeim nema bara minni og aðeins öðruvísi á litin. Og næs að nota hérna flotmagni í þetta. Búkurinn á henni, við höfum hann bleikan og það er úr Pearl Channel, flúor bleiku Pearl Channel sem eru 3 mm og small. Og ég er búinn að taka það hérna til að hluta og við erum með lappir á henni. Þannig að við vefjum channelin cirka hingað bara 2-3 varninga fram. Nú er ég að gleyma mér alveg út á túnni. Ég ætla að hafa bók á henni líka. Hann er hér. Svona maður. Og guður og glæður. Við klippum, já. Þetta er svona kannski 1,5 cm, við erum með svona centimeter í breiddina á þessu. Festum þetta niður og þetta er bara alveg eins og Splinter vídeóið. Og þá er sem sé, það er notað þetta í skott á annari, setna. Nú komum við með hérna vapningin og svo fer þetta niður hérna. Þá er þetta bara svona. Aðeins aftar svona og svo vefjum við þetta svona niður og komum við þá með búkefnið hérna, festum því hérna og þá eru lappir á hana og lappirna er ég að gera úr svona glow in the dark silly legs sem eru bleikir. Geti gert það úr ykkur öðru, en ég er að gera þær svona sjáið þannig að þær eru bundnar, ég er búinn að gera hana hnút á þannig að þetta og þetta er mjög lifandi í vatninu. Þannig að við höfum löppina sjáið einhvern veginn. Svona hérna megin, látum hann að vísa svona niður út á við. Svo klippum við á þessu eftir og hnúturinn er svona liðamóta pæling
og svo erum við með annan hérna mín megin. Þetta er einhvern veginn svona svipaður á hinn. Svona. Jú, flott. Þá lítur þetta, sjáu þið, er þetta ekki í fókus? Hvað er þetta? Jú, svona, út í fókus. Lítur þetta, sjáu þið, sko, svona út. Cirka. Og þá höldum við bara áfram. Og við þurfum að vegja, klippa hérna lappirnar, þessar í burtu, angana hérna. Og við tvinnanum framar. Vinnanum hérna framar, hókum við hérna svona hinga fram og þarf ekki að fara með þetta framar. Þetta dýr í búkinn og svo koma aðra lappir hérna framan og við klippum þetta allt til og eftir og það eru bara tvær, sem sé að það er ekki hnútur á þeim, þetta er bara tvær svona. Snúa aðeins niður á við. Sama hinum megin, tvær lappir og svo klippist þetta af hérna framan. Þetta fór allt í klessu og bara gerum við það sem þarf að gera. Það þarf að búa til hérna smá pall fyrir þær. Græjum það bara svona. Það málið dött. Þá koma lappirnar bara aftur. Svona. Og hérna hinum megin. Snúma niður á við. Nei, svona. Og svona. Og svo klippum við hérna restina af löppunum í burtu. Svo. Og þá er þetta, sjáu þið, hvernig svona. Og svo kemur hérna við sem við getum náttúrulega haft hérna bleikt hérna. Þannig að sé ekki haus, heldur sé bara bleikt. Og lúkka nú meira prófa þannig. Svo náttúrulega getur við með bleikan tvinna líka til þess að fela þetta meira. En svona mín reynsla er þessu að það skiptir ekki alveg öllu máli. Bara einhvern veginn sé hreyfingun í vatninu og ræðst á þetta af einhverju eðlis ávísun. Þetta er rosalega líkt svona görgler flugu. Og upphæðlega náttúrulega held ég þetta sé frá þeim flugum komið. Og þá förum við með hérna tvinnan hérna aftur. Tingað. Til að gera klárt í hausinn. Þá fer þetta að sjá við svona. Og förum með sko það skæja aðeins fram yfir, þá er þetta í rauninni eyrun og hausinn á flugunni eða músinni. Og svo kemur við með léttan snúning, 2 léttari svona snúninga niður og svo snúum við þessu við og svo má fara að herða þetta hérna. En við viljum passa að gera þetta ekki það hart að tvinnin skeri fómið í tvennt. Við viljum það náttúrulega ekki. Og þetta má alveg vera nokkuð stíft og tökum nokkra snúninga hérna og þá er þetta bara í rauninni klárt. Tökum þetta hérna, klippum þetta af svona og þá erum bara klár eiginlega. Þá er ekki þetta nema hnútur og hann kemur hér. Hægt að nota náttúrulega bleikan tvinna og setja glitur í þetta og alls konar en þetta hefur gefist, ég hef ekki fiskað þetta. Þannig að bjargarlausan músarunga í ljósaskiptum.
og svo er hægt að snirta lappirnar á honum hérna niður í eitthvað svona sem make a sense náttúrulega, þannig að natural sense eitthvað neði svona og svo neði svona. Þetta er ekki fallegt kvikindi en prófið þetta virkar fyrir mig og ætti örugglega að virka fyrir ykkur líka. En ég bara minni ykkur á, fylgja rásinni, setja like á vídeo, deila við allt þetta, styrkja rásina. En annars þá bara sjáumst við hress og kát í næsta vídeo. Takk fyrir.